Jón Gunnlaugur Stefánsson á Akureyri greindist með afar sjaldgæft krabbamein í eista fyrir rúmu ári og hefur gengið í gegnum stranga meðferð. Hann fór að ráðum vinar síns sem einnig hafði fengið krabbamein í eistu og gekk ákveðið eftir því að fá rétta greiningu. Þó það hafi verið áfall, var það á sama tíma léttir að vita hvað væri að. Ég byrjaði að finna fyrir þessu 2017 á bíladögum. Þá byrjaði verkir og var í svolítið stund og þetta er rauninni bara þannig að þetta er bara bólga og eista er bara stækkar og byrjar svona rólega en svo bara eykst það. Er þetta ekki óþægilegt? Jó, þetta er frekar óþægilegt. Og hvert leiðir, er þetta bara verkur í eistanu? Já, hann leiddi alveg upp í bak og mjóbak og bara víðar. Hvað gerður? Hvað hugsaðir þarna? Það er nefnilega málið, maður kannski hugsaði að þetta væri ekki neitt og hefði átt að drífa sig fyrir til læknis en gerði það ekki. Maður beið alltaf lengi sem ég mæli ekki með. En er maður eitthvað að flýta sig til læknis? Þetta er eitthvað svona viðkvæmur staður, þetta er ekki eitthvað sem maður vill kannski flagga. Er það að trufla mann? Það var það svo sem ekki hjá mér. Ég er þannig, ég er ekki smeykur. En þetta er bara trassaskapur að fara ekki fyrir til læknis sem maður lærir eftir á. Þá kemur þetta í, segja þeir að þetta sé bara einhver eistna bólga og ég er lagður inn bara á gefin sýklalyf og verkjalyf og verkirnir hjá þennan og allt svoleiðis en bólgan minnkar ekki, hún hjaðnar ekkert mikið og svo raunir fer ég heim bara með lyf í einhver tíma og þetta er svo sem ég finn ekki eins mikið fyrir þessu, lyfin er að virka og svo veikist ég aftur bara meira og þá fara ég bara að skoða hvað var gert síðast þannig að ég fer bara á sömu lyfin, verkjalyf og sýklalyf og laður inn aftur og þá kemur aftur bara þetta er eistnabólga og bara þetta hjaðnaði virkaði síðast vel og það var bara sama og var gert. En var einhver efi í þínum huga? Já, mér var gruna þetta væri meira bólga en ekkert búinn að skoða neitt á netinu eða neitt svoleiðis. En ég á vin sem er búinn að fá eistnakrabbamein tvisvar með millivili og maður svona aðeins búinn að tala við hann og þetta var mjög svipað eins og hann lýsti sínum veikindum. Og kveikti það eitthvað á hjá þér að þetta gæti verið krabbamein? Raun og veru ekki. Ég einhvern veginn lokaði á það allan tíman að þetta væri krabbamein þangað til að ég fæ greininguna. Ég man ekki nákvæmlega hvað maður hugsaði þegar maður fékk þetta símtal. Að þetta einhvern veginn var svona bara dagurinn kláraðist og maður hugsaði ekkert mikið þetta fyrir en að þetta raun og veru bara byrjar. Þá þetta byrjar bara með svona látum. Það er raun og veru ég sem er að biðja það sé tekið og læknirinn segir að það þurfi ekki en segir samt í mér ef þetta angrar þá er ekkert mál að taka þetta og ég þurfti að hafa svolítið fyrir því að þetta sé fjarlægt. Breyttist eitthvað líðanin við það? Já, náttúrulega breyttist þannig að náttúrulega var ég ekki með svona bólgið og verkirnir minnkuðu þegar ég var búinn að ná mér eftir eðagerð. Sama dag hann greindist að það var búið að greina þetta. Þá talaði ég aðeins við hann og svona og svo þegar hann búinn í aðgerðinni og kominn upp á spítala þá vissi ég að hann væri langt niðri Það er svona erfiðasti tíminn þegar maður er að byrja í meðferð. Þá fór ég upp á spítala til hans og ræddi við hann og sagði hann bara nákvæmlega, þessi eini maðurinn sem ég hef sagt nákvæmlega hvað ég hugsaði allan tímann hvað fór í gegn með mér og hvað ég þurfti að berast við. En ég bara vildi vita hann svona ef ég geti hjálpað honum. Þannig ég held að hann sé örugglega eini af öllum sem ég hef sagt þetta. Þannig ég var mjög opinskáður einlægur bara hvað ég hugsaði, hvað ég hjálpaði og hvað hann þurfti að búast við og hvað var erfitt og hann mætti ekki gefast upp á því. En þetta var erfitt. Talaði svolítið mikið við hann og mjög opið og einlægt bara hvað ég hef verið í gangi gegnum og hvað ég þurfti að hugsa og svo maður reyndi að meta hvað hann þurfti
hvað hann vildi og ég held að sé mjög, ég þurfti mjög lítið, ég svona tæklaði þetta svolítið sjálfur og fjölskyldan kannski fannst henni pínu útilokuð frá þessu því ég vildi bara gera þetta sjálfur en það var mín leið og ég ekki það sé kannski endilega mælt með því það getur snúist upp í andhverfu sína en ég held að það sé mjög misjafnt hvað menn þurfa sko. Erfiðast í þessu að berast við sjálfan sig maður þarf að tækla sjálfan sig og hugsanirnar og það kemur svona ýmislegt upp bara hvað en mér finnst alltaf mikilvægast að horfa hvert þú ætlar að stefna. Þetta upp og niður og alls konar hugsanir sem að bæja þér af réttri leið og mér fannst alltaf mikilvægast að halda stefnunni hvert ég ætlaði að stefna og hvar ég ætlaði og það var að ná bata og ég ætlaði að standa þar og það eiginlega svona mikilvægast finnst mér sko að láta ekki neikvæðar hugsanir draga sig niður. Bý að mörgu svona gegnum íþróttir og annað sem að ég svona að stjórna huganum og stjórna væntingum og svona reynslu í því sko sem ég notaði mikið. En maður reynir bara alltaf að sjá fyrir sér hvar þú ætlar að standa og voru bara að gera raunhæft plan sko. Maður gerir kannski bara áætlun að ég ætla að ná mér í þetta en til þess þarf ég að taka lítil skref og til dæmis bara fyrsta sem ég gerði að ég labbaði alltaf heim eftir lyfjameðferð þó það væri ógeðslega erfitt en það var bara skref að ég þurfti að gera það til þess að bara recovera og ná andlegri hugsun aftur. Það svolítið erfitt að vera í lyfjameðferð og fá lyfin innan mjög veikt fólk sko. Þannig að maður þarf svolítið að ná að anda aftur og bara passa fókusinn og það var svona sem ég benti Jonna svolítið á sko. Að halda fókusnum réttum og bara ekki bara í stóru hugsunum, líka í litlu bara hverju einu litlu hugsunum að raða sér saman að þetta það sem leiðir mig að markmiðinu en ekki þetta og það þarf svolítið að flokka hugsanir í tvennt sko, hvað að hjálpa þér og hvað ekki að hjálpa þér og þetta svona smá eins og svona hugleiðsla. Þetta svona ekki ósvipað að fókusa á réttar hugsanir. Flest eistnakrabbamein sjást í blóðprufu og það mögulega út af því sem að þetta svona gengur aðeins hægar að greina þetta af því að það hefur enginn fengið þessa gerð á Íslandi. Jonni fór í aðgerð þar sem eistað var tekið en þurfti síðan í stóra aðgerð þar sem meini var komið í eitla í kviðarholi. Jú, hún var löng og mjög stór. Það var cirka 6 tíma aðgerð. Þannig að það var svolítið svona, eins og segja, sérstaklega fyrir fjölskylduna. Við förum öll suður og erum bara í íbúð frá Krabbameinsfélaginu. Og krakkar og konan bíður bara. Þetta var náttúrulega mjög langur tími fyrir þau að bíða í 6 klukkutíma og vita raunir ekki neitt. Þau hjónin hafa alltaf verið samstiga í þessu ferli og ákváðu strax að vera opin stöðuna og leyfa börnunum að fylgjast vel með, halda engum upplýsingum frá þeim sem skiptuðu máli. Já sko, þetta var svo sem ekkert beint sem við ræddum, eða svona, jú, við ákveðum bara að þetta væri, við erum ekkert að fela þetta neitt. Við bara segjum börnunum nákvæmlega hvernig þetta og leið að við vorum búin í einhverju viðtölum og svoleiðis, þá var þeim bara sagt sko, þetta bara svona og var duglega að taka það bara með. Leyfum að vera með okkur í þessu. Þetta ekkert bara sjúklingurinn sem verkefni, þetta bara allir sem þurfa að fara í gegnum þetta. Hvernig hefur það gengið? Það hefur bara gengið mjög vel og bara það mjög gott bara eins og segja, leyfa krökkunum að fylgjast með og gefa þeim tíma. Hvað eru börnin ykkar gömul? Strákurinn 14 ára og stelpan 10. Þetta var náttúrulega mjög erfitt og í rauninni kannski man ég ekkert alveg hvernig mér leið, heldur bara, ég trúði þessu varla. Þetta náttúrulega svolítið fjarri manni að bara, já, krabbamein, maður hélt alltaf einhvern veginn að já, enginn sem næst manni eða maður sjálfur myndi fá krabbamein, sko. Þetta tók náttúrulega tíma og svona greina þetta alveg niður í hvað við ættum að fara að fást við, sko.
Hvernig breytist hlutverk þitt sem eiginkonunnar? Já, í rauninni kannski svolítið bara eini fókusinn á okkar líf var bara að hann myndi batna og honum myndi batna og þetta, við myndum bara klára þetta verkefni. Fer ekki mikil orka í það? Jú, mjög mikil og bara miklu meira en maður gerir sér grein fyrir. Allir fókusinn fer náttúrulega bara þangað. Ósjálfrátt gerði það bara það og svona hversdagslífi það eiginlega bara svona týndist. Hvarf í þetta. En nú tókuð þið saman þá ákvörðun að vera opin með þetta og ræða þetta. Heldur að það hafi verið rétt ákvörðun? Já, ég held að það hafi verið rétt ákvörðun. Alveg klárlega, sko. Við erum náttúrulega alveg opin fyrir, sko. Við erum svo sem ekki að fela bara neitt þannig. Þannig að þetta var náttúrulega eitthvað sem við þurftum að fara að fela því að þetta er náttúrulega bara, þú veist, það eru margir að díla við veikindi og ekkert feimnismál. Því að maður þarf aðstoð og þá þarf maður að tala við einhvern. Hvernig snerið þetta af börnunum ykkar? Hvernig fannst þér þau taka þessu? Þau voru ótrúlega dugleg og bara svona jákvæð. Við ræddum þetta alltaf og þó við sátum kannski vorum að horfa sjónvarpið þá var þetta ekki endilega rætt. Við vorum ekkert allan daginn að ræða þessi veikindi, sko. En þegar þau spurðu þá fengu þau svör og þau fengu náttúrulega upplýsingar alltaf það sem við fengu þau strax og við buðum þeim alltaf ef þau vildu vita eitthvað meira þá myndum við afla upplýsingu um það en já, þau stóðu svo alveg ótrúlega vel. Já, hann er mjög, mjög óþolinmóður en þarna sýndi hann að hann hefur þolinmæði og var bara mjög svona mikið jafnaðargeð sem að kom mér mjög mikið óvart því að ég held að ég hafi verið svona frekar óþolinmóða manneskja en þarna með við sko hlutverkjum okkar breyttist í rauninni kannski frekar bara. Breyttist sambandi ykkar eitthvað? Hefur það gerst? Nei, í rauninni ekki svona, ekkert þannig en ég sá kannski svona mýkri hliðin á honum. Svona, þú veist, ég meina við grétum saman og auðvitað áttum við náttúrulega bara erfiðar stundir en kannski svona eins og sem myndi segja fallega stundir þó þetta væri mjög erfitt. Þá, já, við gátum alveg grátið saman og við gerðum það. Rósa segir að heimahlýning hafi verið þeim ómetanleg aðstoð og hægt að leita til þeirra þegar eitthvað bjátaði á. Og þær voru náttúrulega bara dásamlegar, sko. Hjálpa náttúrulega að fá kannski bara svona annan aðila sem er sko ekki læknirinn, heldur bara svona, þú veist, við gátum spjalla við þær og við töluðum bara um lífið og veðrið og allt og ekkert. Jón Gunnlaugur Stefánsson á Akureyri greindist með afar sjaldgæft krabbamein í eista og er talið að hann sé eini Íslendingurinn sem hafi fengið þetta afbrigði af krabbameini. Jónni og Rósa segja að fjólasystir Jóna sem er hjúkrunarfræðingur hafi stutt þau dyggilega og sömu sögu sé að segja vinnuveitanda hans Toyota á Akureyri. Faglegu stuðningu frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis skipti einnig miklu máli fyrir alla fjölskylduna. Já, við gegnum mjög fjölbreyttu hlutverki. Við erum til staðar fyrir alla fjölskylduna, ekki bara þann sem greinist. Þegar einstaklingur greinist með krabbamein, þá upplifar hann alls konar nýtt, það sem hann þekkir ekki. Það er alls konar nýjar tilfinningar, oft tilfinningar sem fólk getur bara ekki einu sinni nefnt. Það bara veit ekki alveg hvernig því líður eða hvernig því á að líða, eins og sumir segja. Og líkamleg einkenni, það er svo margt nýtt í þessu og fólk upplifir sig oft ansi týnt. Og jafnvel þó svo það eigi rosalega gott bakland, að það sé mikið af góðu fólki í kringu það, þá upplifir þessi samstundum einmana og því er mikilvægt að koma hingað, þannig að hér er fólk sem hefur gengið í gegnum margt sviðpað og það sjálft er gangið í gegnum. Það er ekki bara hinn veiki, heldur líka aðstandendin. Hvað með jafningjastuðning og jafningjafræðslu? Já, það er eiginlega tvenns konar sem hægt er að tala um, sko. Þannig að þegar fólk kemur hingað í hópa
og í bara opið hús og í skipulega námskeið þá hittir það aðra einstaklinga sem að gangi í gegnum svipað og þar svona bara í gegnum spjall getur fólk vorið sér saman og fengi upplýsingar hjá hvort öðru. En svo erum við líka með skipulegan jafningjastuðning. Þá það þegar það skipulegur jafningjastuðningur, þá það þannig að við förum í gegnum ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags Íslands og Krafts, þar sem að Þorri, sem sálfræðingur hjá þeim, heldur utan það. Þessi námskeið felast í því að fólki svona kennd ákveðin samtalstækni og það kennt að sinna ákveðin mörk og deila sinni reynslu á nokkuð viðeigandi hátt. Og þetta fólk, þá erum við að para saman fólk sem hefur gengið í gegnum svipaða reynslu. Það fær enginn að veita jafningjastuðning nema hann sé búinn að fara í gegnum þessa námskeið. Og ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélags Íslands kemur hingað norður og þau halda þessi námskeið hér. Hvaða aðstoð hefur þú fengið svona, eins og frá Krabbameinsfélaginu hérna á Akureyri? Sko, ég var svo sem, við fengum sálfræðitíma, fór hérna í sálfræðitíma og mætti svo sem ekki nógu mikið kannski í Krabbameinsfélagi fyrir svona eftir ég var búinn. En mæli alveg með því að vera duglegur að gott að tala við aðra og bara svona heyra hvað aðrir að segja sem að lendi í krabbameini yfir höfuð. Erfiðast náttúrulega var biðin. Það var endalaust, þegar ég segi endalaust þá kannski var það ekkert svo rosalega bið en dagarnir voru bara langur að líða að þegar maður vildi svona, vita eitthvað meira. Ég svona planmaður, þannig að ég vil vita hvað ég að fara að gera og nánast hvenær. En þetta var að breytast. 8 ára lífmeðferð, hætti við það fyrir aðgerð fyrst, þannig að þetta svona tók á. En kostnaður og ferðalög, hvernig hefur það svona snert ykkur? Það eitthvað sem þetta náttúrulega kostar, en maður þarf bara að reyna að horfa ekki á það. Bara að reyna að hugsa sjálfa sig og fjölskylduna og það taki á líka. Ég búinn að borga í líf- og sjúkdómatryggingu held ég síðan 2010 sem ég mæli með því að hún hjálpaði okkur alveg gríðarlega. Ég vissi ekki að þetta væri svona að maður myndi borga í svona tryggingu og ætti svo bara rétt á að fá hlutinn eða sérst peningana þegar maður veikist sem það Það hlýtur að vera mikill léttir. Já, þá þarf maður allavega ekki að hugsa þá hlið. Akkurat. En hvað með ferðalögin frá Akureyri og suður? Ferðakostnaður náttúrulega maður borgaður og þetta náttúrulega hellingspeningur í þessu öllu. Og tími og koma sér og redda hinn og þessu og þetta skeður svo mikið að okkur að þetta skeður bara svona 1 til 10 þannig að það var bara hringt í mig og spurt hvort ég geti komið í viðtal eftir korter. Eftir korter? Já. Já. En þá var farið að skoða og ég sagði náttúrulega bara við henni að þú náttúrulega segir pappírinn ég náttúrulega skráður á heimilisfangið Akureyri og þá endaði þannig en þú kemur þá bara á morgun. Þannig að þá var ég náttúrulega bara í vinnu og átti eftir að fá pössun fyrir börn og svo ákveði bara fórum við bara öll Þá þarf þetta gistingu. Það þarf þetta gistingu og ákveða hvort maður sé að fara að fljúga eða keyra og tala við vinnuveitanda og þetta svona kom svo með látum. Jonni segist ekki leyfa sér að hugsa að hann geti greinst aftur en reynsla Pétursvinar hans hins vegar önnur. Ég var einn daginn fáið sem eins og örfáið sem maður heppinn að fá sitthvora tegundina og sitthvort eistað sem á að alla vera hægt og það var svona pínu barátta að komast aftur á fókus eins og í fyrra skipti og þá þurfti ég líka að fara í lyfjameðferð í seinna skipti sem ég þurfti ekki í fyrra. Þannig að það var svona erfiðari prósess en ég notaði bara sömu taktík og hugsanir að ég ætlaði mér í gegnum þetta og þá ætti ég 2 litla stelpur sem þurfti á mér að halda og ég ætlaði ekki að gefast upp fyrir fullan hefana með það. Þetta er að reyna að njóta lífsins eins og það getur en lífið bara ekki þannig að það sé alltaf dans á rúsum og þú getur saman hvort það krabbamein eða eitthvað annað og þarf bara að fást við dagsdaglega það sem lífið hefur upp á að bjóða og maður bara berjast við þær þrautir sem maður færir manni, hvar sem þær eru og vona að það séu fleiri jákvæðar heldur en neikvæðar. Hvernig lítur framtíðin þín út? Ég bara mjög jákvæð fyrir henni. Ég bara laus krabbameini og ég að berjast eða bara ná mér í orku og það tekur mjög mikið á. Maður þarf að taka þetta einu í því líka
Mér langar svolítið að þetta gerist bara 1, 2, 10. Ef kynni að þetta kæmi aftur, þá hugsa ég og vil meina að skellurinn verði ekki jafn mikill þó hann auðvitað verði mikill. Þá ég svona tvístiga með þetta. Ég vil ekki fara fram úr sjálfur mér. Þetta langt ferli og þetta erfitt ferli. En vissulega náttúrulega hjálpum við hvort öðru líka. Hvernig horfir þú á framtíðina? Ég horfi alveg björtum augum á framtíðina sko, og ég vona svo sannarlega að við séum bara búin með þetta verkefni. Breytti þetta þér? Ég veit það ekki. Ég kannski bara komið öðruvísi tilfinningar. Ég var kannski meira fekk kvíða sem ég þekkti ekki sem fullorðinn einstaklingur. Maður þarf bara einhvern veginn að ná að jafna sig. Það er það ekki bara? Jú. Allt hefur sinn tíma. Já. Ég kannski tók þetta þessu öðruvísi náttúrulega inn á mig heldur en hann. Og ég náttúrulega var með stærri pakka, hann náttúrulega eðlilega einblínir bara á sitt, en ég tek heildarmyndina. Og það eitthvað sem maður gerir bara, held ég. Er hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi heldur en þið hafi gert? Ég held ekki. Ég held að við myndum ekki gera þetta öðruvísi sko. Fyrst og fremst var náttúrulega alltaf bara hann myndi ná bata og svo fylgdi bara hitt á eftir. Auðvitað þarf bara að lækna allt sem á undan komið. Og það fyrst og fremst hann og svo fylgjum við hinn á eftir. Ertu ekki bíladellukall? Jú, svolítið mikið. Þannig að maður hangsar ekkert í því, sko? Nei, maður ekkert að hangsa í því, sko. Nei. Það bara þannig. En á sama tíma kannski mjög mikilvægt að eiga sér eitthvað áhugamál? Já, það mjög gott í prósessinu líka að geta bara, þó ég hafi ekki haft orku til þess, það var samt gott að slökkva aðeins á þessu og hugsa bara að reyna að gera eitthvað smá sem ég mæli með, ekki bara að vera alveg lokaður, sko. Það er fínt að fara út að labba og líka bara reyna að hitta fólk og halda áhugamálunum á gangandi. Segðu mér aðeins með að hitta fólk, nú eru margir sem upplifa það, svo skrítið sem það að þegar eitthvað bjátar á, þá á fólk stundum erfitt með að hitta mann. Já. Upplifðið þú svoleiðis? Ég var mjög mikið var við það. Þetta var svona eins og fólk mætti manni og það vissi ekki alveg hvort átt að tala um veikindin eða bara tala ekki við mig eða bara, hvað átt að segja. Hvað gerðið þú þá? Maður verður bara að reyna að byrja bara, það þarf ekki bara að tala um veikindin. Maður fór þá kannski bara aðeins út í að bara tala um eitthvað allt annað. En maður fann það alveg bæði að vinahóp og bara svona fólki sem maður þekkir að stundum svona bara labbaði fram hjá manni og sagði bara hæ en áður hefði það stoppað að tala við manni í korter, sko. Er þetta ekki bara óöryggi fólks? Jó, þetta sé bara svona, fólk veit ekki hvernig manni líður og hvort að maður sé tilbúin til þess að tala um veikindin eða ekki og hjálpar ekki til að þetta náttúrulega eins og maður segir í eista og maður var ofta að segja, maður var spurður hvar greindist með krabbamein og maður sagði bara ég með eistakrabbamein og þá svona eins og andliti breytist á mig sem maður bara ég ekkert fara að ræða það meira. Nei. En það ekki þannig að við ráðum náttúrulega ekki í fyrsta lagi hvar við fáum krabbamein en það í mínu það þannig að ég ekki feiminn að tala um mín veikindi þó að þau séu eista. Nei. Hvað myndirðu ráðleggja ungum karlmönnum sem kannski að finna einhver óþægindi í eista? Hvað eiga að gera? Ég myndi alltaf hiklaust leið og þau finna einhverja breytingu, annarkvæmt í bólgu eða stækkun eða verki. Það bara að láta líta á þetta strax. Af því að ég held bara þið græði ekkert á því að geyma það. Ég meina þó að þetta bara sé ekki neitt, þá bara veistu það. Og það það flottu búnaði til að þetta greina þetta býsna fljótt.